Daginn, Jón Víkur heiti ég og skólastjóri Hraðlestaskólans og í dag langar mig að kynna fyrir námskeiði hraðlestar krakkar. Á þessu námskeiði höfum við tiltölulega einfalt markmið og það bara það að barnið þitt farið að hafa gaman af því að njóta þess að taka upp bók og lesa sér til gamans. Helst 1 til 2 bækur í mánuði því við vitum einfallega að leið og barnið farið að lesa 1 til 2 bækur í mánuði þá eftirleikurinn svo auðveldur. Ef barn sem 10 ára, 11 ára, 12 ára farið að lesa 1 til 2 bækur þá það ekki að lenda í vandræðum þegar farið að koma yfir í 8., 9. og 10. bekk. Því að vel flesti þeirra sem að koma inn á til dæmis fullorðinsnámskeiðin hjá mér eða unglinganámskeiðin, þeir ofta að koma einfaldlega vegna þess að þeir að gefast upp í skóla og mjög oft það vegna þess að þau einfaldlega ekki að lesa nóg. Þannig ef að barnið byrjað að þjálfa sig í því að lesa 1 til 2 bækur og hefur gaman að því, þá mun það halda því áfram. Við erum ekki að taka inn próf, barnið ekki að lesa upphátt. Markmiðið eingöngu að þau fara að læra að njóta þess og ég tek fyrir dæmi og ég fer að útskýra fyrir þeim sögur og börn almennt, þau elska sögur. Börn elska tölvuleiki, bíómyndir, sjónvarpsþætti, það að segja þeim sögur út allt. En þau ekki að njóta bókana vegna þess í langflestum tilfellum vegna þess að þau að lesa allt of hægt. Ég að fá börn inn kannski með einhvers konar, eiga við einhverja lestarörðuleika stríða, lesblinda eða hæglæsi, þau jafnvel hafa greinst með athyglisbrest eða ADHD eða eitthvað slíkt og þetta getur verið að tefja fyrir þeim. Ég að fá börn inn sem að lesa 30, 40, 50 orð á mínútu en þau samt að 3-falda, 4-falda hraðan sinn. Þau samt þegar þau að klára 3 vikna námskeiðið eða 10 vikna námskeiðið þá þau að lesa 300, 400, 500, 600 orð á mínútu. Og hluti af ástæðunni svo að mjög snemma í fyrsta tíma þá bendi ég á þá einföldu reglu að lestrarfærni eins og öll önnur færni í lífinu. Og krakkarnir sem koma á námskeiðinu, vel flest þeirra í íþróttum, þau eru vel mörg þeirra líka í tónlistarnámi. Þau vita nákvæmlega hvað þarf til þess að ná árangri. Og þegar ég spyr, hópar sem að koma inn og nánast í allir íþróttum, ég spurði, hvernig náum við því að verða góð í handbolta eða fótbolta eða sundi? Tiltölulega einfalt, það að mæta á æfingar, það að æfa, það að fylgja leiðbeiningum þjálfara, ekkert annað. Galdurinn á bak við góðan árangur í íþróttum, góðan árangur í tónlistarnámi ekkert annað en þjálfun og æfing og það nákvæmlega sama á við lesturinn. Og þegar ég útskýri fyrir þeim að þegar þau kom inn á hraðlestarnámskeiði þá þau bara einfaldlega að fá rauninni æfingaferli í hendur. Þau eru með þjálfari fyrir fram að sig og ég að leiða þau skref fyrir skref í gegn, nákvæmlega eins og á sundnámskeiði, ég nákvæmlega eins og á fótboltanámskeiði. Og þau fá bara einfaldar æfingar sem þau fylgja. Og þetta ekki flókið, þetta bara eingöngu gert til þess að fá þau til þess að njóta þess. Því að bókin verður meira spennandi og áhugaverðari þegar þau fara að lesa hraðar. Nú, það ekkert langt síðan að inn á námskeið hjá mig kom ungur piltur, 11 ára gamall. Og hann í rauninni þegar hann kom inn í fyrsta tíma þá, hann nánast baðst afsökunar á því að hann væri að trufla, hann væri að koma. Með þess að hann viss hann væri lélegur í að lesa og það væru margir búin að hjálpa honum, hann bara væri lélegur í þessu og það væri ekkert sem hægt var að gera. 11 ára gamall var hann búin að gefast upp. Og ég spurði hann tiltölulega einfaldar spurningar. Í næsta lið þá tók ég hann til hliðar og spurði hann einfaldlega ef ég segi við því í dag þú munt aldrei nokkuð tíman hlaupa hraðar en þú hleypur í dag. Ertu að trúa mér? Og svarið hjá honum var tiltölulega einfalt. Eftir smá umhugsun þá sagði hann nei. Því bæði á ég eftir að stækka aðeins, fæturnir mínir að lengjast og síðan get ég bara farið út að hlaupa. Og ef ég hleyp og ég hleyp og ég hleyp þá verð ég betri í að hlaupa. Og ég sagði nákvæmlega og það sama á við lesturinn. Leið og ég breytti svona hugarfarinu hans, hann var einn af þeim bestu á námskeiðinu því að hann alltaf átti að segja því, hann var í íþróttum. Hann vissi nákvæmlega hvað þurfti til þess að verða góður í íþróttum. Hann hafði bara aldrei tengt lesturinn við það sama. Og ég segi krökkunum alltaf þetta, aðili sem les eina bók á ári, hann býr aldrei yfir sömu lestrarfærni og aðili sem les eina bók á viku. Aðili sem les eina bók á viku eðlilega 52 sinnum betri. Þetta bara spurning það að lesa og lesa og lesa nóg. Þeim fleiri bækur sem við lesum, þeim betri verðum við. Ef við náum að lesa 10 mínútur hverjum einasta degi, þá verðum við góð í því. Hluti af því sem ég kenni þeim til þessi fyrsta tíma ég spurði þau, þessir
fullorðnu krakkar, unglingar og einstaklingar sem eru í meistaradeildum, sem eru í handboltanum, fótboltanum í meistaradeildunum þar, eru þau að æfa einu sinni í viku, spyr ég. Nei, segja þau, vel flesti vita það að þetta eru aðeinar sem að lesa, sem að æfa allavega, hverjum einasta degi og stundum jafnvel 2 á dag ef það er mikið álag í gangi. Og ég spurði þá á móti, af hverju þurfa að æfa sig á hverjum einasta degi? Er það því að þau eru svo léleg? Þurfa þau að æfa sig svona mikið að þau eru svo léleg? Og svar ég á hópnum til þetta einfalt, nei. Þau eru að æfa sig á hverjum degi til þess að verða betri, til þess að halda í við hina. Og ég segi við, þessna spyr ég, er nóg fyrir ykkur að lesa einu sinni í viku, eða einu sinni í mánuði, eða þurfa að lesa hverjum einasta degi? Og allur hópurinn leið átt að sjá því, þau þurfa að lesa. Þó sé ekki nema 5 mínútur, 10 mínútur, 15, 20 mínútur á dag. Taka upp bók hverjum einasta degi, það er svo fljótt að skipta máli. Og það sem skiptir máli hér er að breyta dálítið viðhorfinu, en næsta skref er síðan að það einfaldasta þegar þau átta sig á því, að því ég bara eftir svona kannski kortur 20 mínútum á fyrsta tíma, þá tekið við fyrstu æfinguna með þeim og þau sjá nánast í leið hve fljótt þetta er á áhrif, hve fljótt hraðið er að byrja að byggjast upp. Hann fer úr 50 orðum yfir í 70 orð, fer yfir í 100 orð og þau eru að ná að tvöfalda bara strax í fyrsta tíma. Og þau eru bara strax komin að stað því að börn elska árangur, að skara fram úr, að sjá tölulega á blaði fyrir fram að sig hlutin að breytast. Og þess vegna er svo mikilvægt, meiri hluti nemenda sem kemur inn til mín, ég myndi segja svona 60-70% er komin að því að mamma og pappi segja. Þau hafa engan áhuga á að vera þarna. Og þetta er tiltölulega fljótt, bara á fyrstu 30-40 mínútunum, þá er það breytt. Þau eru komin að stað, þau vilja meira, þau eru spennt, þau vilja halda áfram. Stór hluti hópsins, ég myndi segja, er að lesa svona í kringum kannski 100 orðin. Það er 100 og kannski 120 orðin. Meðal hraði hóps er oft í kringum 130-140 orð. Það eru þó sumir sem eru þarna eins og ég nefndi áðan, kringum 30-40 orðin. Það eru líka nemendur að koma inn sem eru í kringum 200-250-300 orðin. Og sum barnanna er að lesa mun hraðar þegar þau koma inn á námskeiðið heldur en vel flestir fullorðnir sem að koma til mín á fullorðinsnámskeiði. Þannig að ef að barnið les mikið og hefur gaman að lestri, það mun samt græða á því. Það er samt að hafa möguleika á því bara að lesa meira, að komast yfir fleiri bækur og hafa meira gaman að því að lesa sér til skemmtunar. Eða jafnvel börnin sem að lesa lítið sem ekki neitt. Ég mæli jafnan með lengri námskeiðunum, 10 vikna námskeiðunum, ef einhverjir lestrarörðugleikar er að trufla að taka 10 vikna námskeiðin, þá fá þau bara lengri tíma. En þeir börn sem eru í nokkuð góðum málum, þau eiga tiltölulega auðvelt með að koma inn á 3 vikna námskeiðin og eru í góðum málum þar. Annað atriði sem ég bendi foreldrum oft á líka er námskeiðin okkar fylgir krakkaábyrgð. Krakkaábyrgðin gildir þannig að þegar þú sendir barnið til mín á námskeiði, til dæmis 10 ára gamalt, þá getur það komið inn á námskeiðið aftur og aftur frítt, endurtekið námskeiðið eins ofta það vill fram til 14 ára aldurs. Þannig að þegar barnið þitt kemur til dæmis kannski á 10. ári, það er ennþá 9 ára, verður 10 ára árinu, þá getur það komið inn á námskeiðið. Ég mun fylgja barninu inn eftir þar til að vera 14 ára gamalt. Það getur komið inn aftur og aftur og aftur inn á þetta námskeið og bætt árangur, vera að skerpa á lestrarfærninni, vera að auka hraðan pínlítið meir. Og ég mæli oft með því, sérstaklega í byrjun, að koma inn kannski á 6-12 mánaða fresti, fyrstu kannski 2 árin, eitthvað svo leiðis. Síðan kannski er í lagi það að lengi staðis, en hygglust að koma inn aðeins oftar í byrjun. Nú ekki hika við að ef þú eru einhverja spurningar námskeiðið, skjóttu þeim annarkvort til mín í tölvupósti eða í Messenger. Ef það er hægt að setja inn spurningar í ummælakerfi hérna fyrir neðan, ef þetta er inn á sósíalmiðli eða inn á vefsíðu með kommentum hérna fyrir neðan eða ummælum fyrir neðan, ekki hika við að skjóta inn spurningu þar, en vertu í sambandi. Findu út hvort að þetta hentar þínu barni. Þetta er hraðlestur fyrir 10 til 12 ára,
hraðlestrar krakkar og hiklaust að nýta þér það fyrir barnið þitt. Leyfa barninu að lesa meira, hafa meira gaman á því að fara á bókasafnið og sækja fleiri bækur og lesa allavega 1 til 2 bækur í mánuði. Látum þetta duga í bili.